Ok, þá vorum við mætustu fyrsta skipti hérna sem sameinaður hópur. Gaman að hafa alla í sama sal. Eitthvað sem við spyrjið að koma að áður en við byrjum? Ok, í dag ætlaðum við að fjalla efni sem þau séð, stafla og biðraðir, og ýmislegt annað. Það er töluvert margt raunin í þessum fyrirlestri, þannig að þó sumt sé ykkur vel þekkt, þá er annað kannski gott að allavega rifja upp og sjá í nýju umhverfi, þar að sjá hvernig þetta er sett upp í Java heinum og sett upp hérna í bókinni. Staflar og biðraðir, þetta eru svona grunngagnatög sem er notuð út allt. Þar sem við viljum einfaldlega halda öllum safnagögnum, við viljum geta sett þau inn og geta tekið út. Við höfum ákveðna skilning á því hvaða stök við viljum taka út. Það er að segja við viljum fyrir stafla viljum taka út það stak sem var sett síðast inn í staflan. Svona kallast þetta LIFO eða last in first out. Meðan að biðröð þá að það sem kom fyrst inn, það er það sem á að fara fyrst út. First in, first out. Nú þetta við sjáum þetta sem dæmi hérna svona abstrakt gagnatag og við eftir að sjá mikið af þessu. Sjáum þessi fyrstu þrjú hér. Fleiri og fleiri sem koma hérna eftir. Og við ætlum að reyna að fylgja þessum reglum varðandi hjúpun og aðskilnað. Það er að segja við skiljum að notandaforritið, það forrit sem notar aðgerðirnar sem skilgreindar í skilunum eða interfaceinu, skilgreina gagnatagið og hvað aðgerð þetta framkvæma á það og síðan er það útfærslan sem inniheldur kóðan sem útfærir þessar aðgerðir. Og það sem við reynum að gera er að hanna góð gagnatög sem eru endurnýtanleg, eru módular, þau hanga vel saman og tengjast vel og eftir þörfum þá reynum við þá að optimisera þessar útfærslur þannig að nýtist vel þessum fjölnýtanlegu umhverfum. Við ætlum að byrja að skoða stafla og þið þekkið þetta náttúrulega. Hérna er svo dæmi stafla sem inniheldur strengi. Það verður stafla af stökum og hver stak er strengur. Og þetta er þá viðmótið eða skilin. Þetta er heitið á staflanum og það er þá smiðið með sama nafni, stack of strings. Síðan eru 3 föll hérna. Push, það ýtir streng á staflan, skilar ekki neinu. Pop, það tekur efsta stakið af staflanum, skilar því tilbaka og þar með ferða af staflanum. Is empty er til þess að geta spurt staflinn orðinn tómur. Síðan getur verið í hjálpafall hérna sem við komum ekki með að ræða sem er þá fjöldi staka á staflanum. Ok, skulum skoða þá hérna einfaldan notanda sem myndi vilja nýta þetta. Hann les af staðalinntækinu, run af strengjum og túlkar strengina þannig ef strengurinn er mínustákn, að þá þýðir það að þetta eigi að vera pop. Þá ætlum við að taka af staflanum. Ef það er ekki mínustákn, þá ætlum við að setja á staflan. Og þetta er allir góðum fyrir þennan notanda. Byrjum að því að búa til nýja stafla. Þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að gera. Og meðan að inntækið ekki tómt, þá lesum við nýjan streng og aðtöfum síðan hvort að þessi strengur sé jafnt og mínus. Ef svo er, þá ætlum við að taka af staflanum og prenta það út. Ef ekki, þá ýtum við viðkomandi staki á staflan. Og þá er hérna fyrir neðan dæmi keyrslu. Þetta er þá inntæki hérna. To be or not to minus be, minus og framvegis. Þannig að dálítið mínus inn á milli. Og þegar við keyrum þetta á þennan texta, hérna er búið að pípa þessum textaskrá inn á command-línunni, inn í þetta forrit, að þá er þetta úttækið. To be, not that or be. Það er vegna þess að það fyrsta sem skilar sér er þetta to hér. Það næsta sem kemur út er þetta be hér. Þriðja verður þá þetta not hér. Svo getum við að halda áfram að reka sig í gegnum þetta. Hvað er það sem er gerast?
þessi mínus hérna á við þetta that. Þessi mínus hérna, ég segi hérna, ég þarf að fara að reyna, minnum á að nota pennan. Hvað gerist ég nota pennan hérna? Ok, þessi mínus hér. Ups. Hverju skilur hann? Or, á hverju? Það næst á staflunum, á hverju það næst? Hvernig getum við reiknað út frá þessu? Byrjum kannski þessu stakki hérna. Hverju skilur þetta? Þetta not. Á hverju það? Það efsta staflanum, já, en á hverju efsta staflanum? Akkurat. Við sjáum að það hérna tveir strengi sem koma undan og 2 pop sem koma undan. Þannig þau eiga saman. Nú þessi penna svona. Nei, þá hérna var saman og þetta hérna saman. Sem því að þessi mínus hér á við þetta not hér. Ok. Það getur ágætt að reynir sig gegnum svona æfingar til að sátta sig á virkninni. Það einhver svona æfingar í dæmiverkunum. En við viljum síðan útfæra þetta og eins og þau kannski munið eftir, þá eru 2 mismunandi útfærslur, allavega 2 til. Svo fyrir gengur út og nota tengda lista. Og þar einfaldlega hugmyndin svo að þegar við gerum pop, þegar við gerum push, þá ýtum við stakkinu fremst á listan. Þannig að við höldum utanum semst lista, við erum ákveðin bendi á þennan tengda lista og ef við ætlum að bæta stakki við listan, þá látum við benda á þetta fyrsta stakk og setjum það síðan, látum við búin til nýja nóð á listanum, setjum stakkið inn í það hólf og látum síðan það stakk benda á restina af listanum. Og þetta þá virknin á þessu forriti, á þessu inntæki í þessu kerfi hér. Við ýtum stökunum hérna á, to, be, or, eitthvað var þetta. Ég skil ekki akkur að þessi stafir kom ekki fram hérna. En síðan þegar við eyðum afstaflunum eins og hér, að þá einfallega tökum við klippum við af þetta viðkomandi stakk og bendum þá bara á næsta stakk í staðinn. Það þýðir að kóðin hérna verður afskaplega einfaldur til þess að hérna framkvæma pop segi ég, rúglega öllu saman. Þá gerum við þessar 3 skipanir hér. Við búum til nýjan bendi, hann bendir á hann á að benda á fyrsta stakkið, nú er þetta fyrsta stakk, en þessi listi okkar á að benda á það næsta sem kemur eftir, það er að segja first.next. Það bendur núna á or, en það á að benda á það sem next bendur á, sem þar á eftir, þannig að first bendir hingað og það skila síðan þessu stakki sem var í hólfi nummer 1, sem var hér, þannig skilar or tilbaka. Hvað verður þetta hér? Akkurat. Því verður hreinsað upp með ruslahrafninni, sjálfvirkri. Þannig að við þurfum ekki að eyða því neitt. Til þess að bæta stakki við, búum til nýja nóðu, setjum, já, ok, við erum hérna með annan bendi fyrst, sem er hérna gamli bendirinn, bendir á upphaflega listan, búum til nýja nóðu, setjum inn í þá nóðu, og búið. Akkur er það búið? Ég veit að först þegar bendir núna á þessa nýju nóða bendir á, samkvæmt þessu, það sem þessi gamli bendir á. Þannig að þessi hérna bendir núna á gamla listan.
First þessi upphafða listanum okkar og það núna bendur á allan listan. Komment? Já. Já. Akkurat. Hérna í C++ yrðum við að geyma hérna pointer á þetta til að geta síðan eitt þessar nóðu hér. En að því við þurfum ekki að eyða nóðunni, þá þurfum við ekki að hugsa út í það. Þannig að kóðum er ennþá snyrstilegri. Og svo þetta þá allur kóðun fyrir þetta. Takk ég eftir að við erum hérna með búin til nýja klassa sem svokallega innri klassi, þannig að prívat og innan í skilgreiningunni á þessum aðalklass okkar. Þannig að þessi klassi nóða hérna bara hægt að nota inn í skilgreiningunni á þessum yfirklass okkar. Og það notað í þessum aðgerðum þar, en það enginn sem getur vísað í hann utanfrá, hvorki notandi klassin eða einhver annar kóði. Og þetta inniheldur nóðu, það að segja staki sem verið að geyma og síðan bendi á næsta stak. Nei, við gerum aldrei fyrir honum. Ekki við viljum hafa þetta innri klassa, þannig sé falin. Já. Nei, það greinilega í lagi að hafa þetta svona. Já. Þú vilt hafa breyturnar sem þú skilgreinir fyrst hérna. Og þá þetta bara útfærslanir sem við lýstum hérna. Allt gott og gott. Já, endilega. Já. Ok. Strengur Akkurat. String á breytanlegri stærð? Af hverju ekki? Hann immutable, já. Það svaraði samt ekki alveg. Það getur verið immutable strengir sem mismunandi stærðum. Hann var að spá í að plássið sem hann teki hér geti verið breytilegt eftir stærð strengsins. Það svo? Af hverju ekki? Jú, þetta fixed frá upphafi. Þetta reference, akkurat. Þetta stak hérna item, það ekki strengur sjálfur. Það vísir í sjálf gögnin. Gögnin ekki geymt hérna inn í þessum klassa. Gögnin geymt einhvers staðar annars staðar. Lítið á þetta sem bendi. Þetta bendi á einhver texta sem hér. ABCD. Og bendirinn hefur alltaf sömu stað. 8 bæti. Ok, annars verður þetta áhugaverð spurning. Flott. Þá viljum við spá í hversu skilvirk þetta nú, hversu vel virkar þetta og ég vil getum staðhæft hérna að hver aðgerð taki konstant tíma í versta falli. Nú, við erum ekki alveg búin að ræða hérna almennilega hvað við meinum með þessu tímatöku. En ef við spáum þessi í þetta, hvað þurfum að framkvæma margar aðgerðir til þess að gera hvert af þessu hérna? Við sjáum að hvert af þessu í rauninni bara gildisveiting. Þetta einföld gildisveiting, það að segja að við erum bara með svona grundtög eða benda á struktúr. Og það 4 gildisveitingar. Hver gildisveiting eins og ein aðgerð. Þannig að það eins og við séum með 4 aðgerðir hérna. En fjöldi aðgerðir sem þarf til að framkvæma þetta sem við segjum fasti, konstant. Það ekki breytilegt eftir stærð neins, ekki eftir stærð til dæmis staflans. Kostnaðin við að gera push á staflan
ekki háð lengd staflans. Það alltaf sami kostnaður. Það það sem við meinum að það sé fasti. Þetta lykilhugtak sem við mættum að vinna með. Hvernig kostnaður við hverju aðgerð fall af lengd inntaksins, eða lengd gagnagrindarinnar, stærðarinnar. Og hér það breytist ekki þannig að þetta konstant. Og það sama má segja þetta hérna, þetta líka konstant. Þetta tvær gildisvetningar. Og það alveg óháð því hvernig gögnum við að vinna með, þannig að í besta falli, versta falli, meðaltali, þetta alltaf hefða sér eins. Og þá getum við sagt að þetta hafa sér eins vel eins og að hægt allavega, en við getum alltaf spáð í hvaða konstant þetta Við getum gert mælingar til að gera frekari pælingar á því. Og síðan getum við skoða hver þá plássi sem við nota við þetta. Og við förum nú í plássmælingar dálítið síðar, en við getum sagt hérna að hver hlutur með ákveðið overhead, hver hlutur sem við búum til, það 16 byte sem við tekjum bara í svona ákveðið overhead á hann, og síðan innri klassi, hann líka með ákveðið overhead, 8 byte til viðbótar. Nú, hluturinn sjálfur geymir tilvísun í streng og tilvísun í nóðu, hvort sem svo 8 byte, þannig fyrir hverja nóðu á staflanum 40 byte í nótum. Þannig ef við erum þá á spurningun, ef við erum með 1000 staka stafla, plássið fyrir það væri þá 40.000 byte. Það getur að þetta alveg óháð plássunni fyrir sjálfa strengina, því þeir ekki á staflanum, þeir eru geymdir einhverstaðar fyrir utan. Ok. Hinum útfærslan, eins og þekkið, að nota fylki. Og það einfaldlega geymum við bara ákveðin bendi. Við erum búin að útláta ákveðinu plássi og við erum með bendi sem eða vísir sem í rauninni fjöldi staka á staflanum. Þannig að hérna erum við til dæmis komið með 6 stök á staflan og þá n fjöldi staka jafnt á 6. Og það segir okkur næstur við ætlum að setja á staflan, það fer það í hól númer 6. Ef við ætlum að taka af staflanum, þá það hól númer 6-1, eða númer 5 sem það sem að fara út. Og þá lækkum við n 1, þannig að bendur núna 5. Og þetta mjög einfalt, og þetta í rauninni ennþá einfaldara heldur en tengdilistikóðin, við þurfum enga sérstaklega klassa. Þetta ennþá hraðvirkara, það hefur eitt galla hins vegar, sem stakkar, við getum stakkað á, sem getur haft hvað áhrif. Það ákveðið stærð verið það fixt stærð, já, sem þú ert að tala Akkurat. Hvað það verður stærri en það? Það verður að skrifa upp nýtt, já, eða ef við keyrum það, þá einfaldlega krassar það, vegna þess að það þá að reyna að nota meira pláss heldur en það hefur pláss fyrir. Það það sem kallum yfirflæði. Staflinn flæðir yfir. Það ekki nægt pláss fyrir það, þannig að eitthvað þarf að gefa eftir. Rétt. Ef við bara stækkum það bara staflan eftir þörfum. Ef við þurfum meira pláss, þá búum til meira. Við getum reyndar ekki tekið fylki og sagt, ok, bættum einu stak aftast í staflan, í þetta fylki. Heldur verður við raun að búa til þá nýtt fylki og afrita yfir. En það akkurat lausnin hérna. Þurfum aðeins að vanda okkur á hvernig við gerum það. En við klárum þessu útfærslu. Hérna þá öll útfærslan á þessar útgáfu. Sjáðu bara, þetta bara ein lína hver fyrir sig. Hérna gott að rifja upp hvað þessar aðgerðir hérna plus gera. Hver munurinn á n plus og plus n? N plus gerist eftir á. Plus n gerist áður en skilningi. Akkurat. Þannig að ef við ætlum að skrifa þetta í tveimur skipinu, þá myndi þetta vera hvernig? Skila fyrst item og svo hækka. Já, S af n jafnt á item og svo, sem kallast það, post increment hækkum við hann 1. Meðan að
Mínusinn akkurat öfugt. Fyrst lækkum við ennið, svo færum okkur niður. Smá uppbyrfing. En hérna höfum við svona ákveðið svindl, þar að segja við gemum hérna upp í smiðnum stærðin á þessum stafla. Og það þýðir að það það bara takmörkuð stærð sem við leyfum hérna. Þetta skapar þá vandamál ef þetta flæðir yfir og til þess getum við notað þessar lausnir svona endi hérna að endurstakka, við ætlum að skoða það rétt bráðum. Það eitt sem gott að hafa í huga hérna og sem þeir benda á hér, það í þessu aðgerð hérna. Hérna getur myndast smá minnisleki. Hann sá að ef við erum til þess með stafla, við erum með hérna, þetta núna síðasta stæki á staflanum og þetta strengur sem vísar á eitthvað hérna. Og svo lækkum við þetta bendir og förum hingað. Það þýðir eins og við séum búin að henda það af staflanum. Við breyttum ekki stækinu hérna. Hvað verður með minnið? Getur núna ruslastaflurinn hreinsa þessu hérna? Nei, hann getur það ekki vegna þess að þetta ennþá virkt. Það ennþá bendir á þetta til. Við gætum úrslega að nota þetta í kóðanum. Þó við vitum núna fyrirfram að kóðin mun ekki gera það, því hann virkar ekki þannig. En þetta það sem við kalla hangs, eða loitering. Það við geymum eitthvað tilvísun sem við ætlum ekki að nota lengur. Og til þess þá leggja það til að við skiptum þessu upp, þar að segja við bætum við þessari núllun hérna. Við núllum þannig að bendi fyrst áður en við skilum stækinu. Við tökum ekki frá óþarfa pláss. En resizing, það akkurat atriði sem við þurfum að skoða næst. Ég ákvaða að gera tilraun hérna. Nú svo að þegar maður svona að hlusta fyrirlestra, þá vill hugurinn alltaf fara hérna eitthvað reik. Maður þarf kannski að tekka hvort maður hafi ekki fengið postið eitthvað. Þannig að þegar kom svona break hérna, ætla ég að gefa ykkur hérna 1,5 mínútu til þess að leyfa hugunum að fara á reik, koma svo aftur, eða skoða hvort eitthvað hefur gerst á Facebook og svo getur við komið aftur tilbaka, ok? Klukkan byrja núna. Ok, flott. Mína 90 sekúndur búnar. Tími virkar hraðar hjá mér. Komum aftur tilbaka. Við ætlum að glíma við þetta. Við erum með fasta stærð á staflanum. Hvernig getum við gert það? Jú, með því að stakka og minnka fylki eftir þörfum. Fyrst og einfaldasta útgáfan væri kannski svo að ef við þurfum eitt stakki viðbót, þá bara stakkum við staflanum eitt. Ef við þurfum að minnka staflanum, þá minnkar staflanum eitt. Á hverju er þetta vandamál? Hverju er þetta ekki nægilega góð lausn? Sjá. Já, hvað er að því?
Hvað segirðu? Ég þarf alltaf að alveg nýtt upp líkt, já. Er það eitthvað vandamál? Já, það sé línulegt, akkurat. Það er ekki nóg við þurfum að alveg við þurfum að kópíra það líka. Fyrir hvert, ef við ætlum að stakka staflan, þá þurfum við að búa til nýja stafla af stærri stærð, afrita öll gömlu gögn inn í nýja staflan og tímaflækjan við það er þessum kallar línleg. Hún er akkurat réttu hlutfalli við stærðina á núverandi staflan. Þá getum við gert eftirferðandi ályktun. Ef við ætlum að bæta inn n stökum, þá byrjum við að við þurfum að kópíra eitt stak til að búa til staflastarf 2. Næst þurfum staflastarf 3, það þurfum að kópíra 2 stök. Næst þurfum að kópíra 3 stök, svo 4, síðan 5, 6. Þannig á endanum við erum búin að kópíra 1 + 2 + 3 + 4 upp í n. Og þá fáum við þessa skemmtilegu summu. Og þá er komið tími til að rifja upp Strjála stærðfræði. Hvað er þessi summa mikið? Það er að hafa alveg reiðum höndum. Þetta er eitt af því sem er skyldu þekking úr þessu námskeiði, ef þið kom ekki með hann inn. Það birtist hérna. Þetta er svona þýðir nokkur sinnum, ef við höfum eftir að aðeins að útskýra það. En þessi summa, ef við förum 1 upp í n, þar sem n er einhver breyta, summan er nokkurn veginn n í öðru, deilt með 2. Og heildarkostnaðurinn, ef við hugsaum okkur þá, við erum að færa hérna n stök, 1 upp í n, heildarkostnaðurinn er n í öðru deilt með 2. Hvað er þá meðalkostnaður á hver stak? Þá deilum við með n. Útkemur að það sé jafnt og n deilt með 2. Nú er meðalkostnaðurinn ekki lengur konstant, eins og við sagði áðan, meðalkostnaðurinn er línulegur. Það er virkilega slæmt. Það er það sem við verðum að forðast. Þannig þetta er ekki góð lausn. Hvað væri það betri lausn? Fyrirgefðu? Tvöfalda, já. Á hverju tvöfalda? Já. Var það nefnt í gagnskipan? Ok. Það er einastöðasúgu, 2 er góð tala, minnsta frumtalan, skipta einhverjum máli. Líka einfaldlega vegna þess að þegar maður reiknar þetta út, þá fær maður út að virkar heldur vel. En þá er gott að geta reiknað út. Þannig að hugmyndin svo, ef fylkið er á fullt, þá búið til stafla af tvöfaldri stærð. Og næst er það tvöfaldar sú stærð. Sem þýðir að við erum að kópíra miklu sjaldnar. En er það alveg nóg? Já, hérna segir, ef við gerum þetta, þá erum maður að taka tíma sem er í réttu hlutfalli við n í heildina. Þannig að meðalkostnaður er þá n deilt með n sem er konstant. Ekki n í öðru. Þá þarf maður reyndar að leiða það út. Þá fáum við aðra skemmtilega summu. Því fyrst þurfum að kópíra 2 stök, næst 4 stök, síðan 8, 16 og upp í n. Þetta er skemmtileg summa sem kallast geometrísk röð stundum, eða já, einhver öðru góður nafni. Og þetta er annað sem við ætlum að rifja upp og þessi summa gefur okkur mestalagi minna því 2n. Heildarkostnaður er þá 3n, þetta er fyrir hérna, þetta er fyrir grunnaðgerðnar og þetta er fyrir að það þurfa að tvöfalda staflan. Sem þýðir að heildarkostnaður er 3n, það deilt með fjöldi aðgerða er þá 3 sem er fasti. Þannig við erum aftur búin að ná því að meðalkostnaður per aðgerð er núna fasti. En það reyndar gildir ekki lengur að hver einasta aðgerð sé fasti, vegna þess að sumar aðgerð taka dálítið lengri tíma. Þegar við þurfum að tvöfalda staflan, þá þurfum við allt í einu að fara að taka tvöfalt mikinn tíma. Hérna er skemmtilegt svona punktaritt sem sýnir kostnaður per aðgerð. Í upphafi kostnaðurinn er almennt talað lítill, nema í það tilvik þegar við þurfum að fara að tvöfalda. Því að það er háð stærð fylkisins sem við þurfum að kópíra. Það er þá 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256 og svo framvegis.
kosturinn sá að þetta gerir svo sjaldan að meðalkostnaður dreifist út og verður lítill. Þá sýna þær hérna með rauðum punktum cumulative average eða heildarvæntikostnaður meðalkostnaður per aðgerð. Og hann reynist lítill, hann mestarlega 3. Sniðugt. Þetta eru þær pælingar sem við viljum gera í restan af námskeiðinu. Akkúrat, þegar við þróum eitthvað, hver skilvirknin, hver kostnaður við það sem við reynum að gera? Hvað með þá ef við erum búið til rosalega stóran stafla og svo bara minnkar þetta allt saman og við erum að nota allt of mikið pláss? Þá getum við nota sömu hugmynd og þetta bara minnkar staflan. Þá aftur þurfum við að passa okkur vegna þess að hugsa okkur að við notum akkurat öfuga aðgerð, að við bara helmingur staflan þegar að fylkið er orðið helmingsfullt. Af hverju það ekki nóg gott? Akkurat. Segjum að við vorum með 64 stök, svo minnkum við, það fer niður í, við vorum með fylgi af stærðinu 128 og vorum með 65 stök. Og svo áttum við okkur að það komið niður 64, þá bara klippum við hérna niður og erum við núna með fylgi af stærð 64. En núna bætist við 1 stak aftur. Þannig að þá þurfum við aftur að fara að búa til nýtt fylgi. Þá það 65. Og síðan eyðum við staki. Þá þurfum við aftur að fara helminga. Við erum aftur komin í það vandamála við erum að endurtaka þessar helminganir, tvöfaldanir, helmingu, tvöfaldin. Þetta verður ennþá dýrara heldur en það sem komið á undan. Þannig að það ekki nóg gott. Hvað til ráða þá? Hvað getur verið lausnin? Já, heldur. Minnkaðu með Twitter. Já. Það rétt, akkurat í rétta hugmynd. Akkurat. Það það sem við leggja til hérna, að við gerum það bara þegar það komið orðið mjög lítið, þegar orðið komið niður í 1/4. Að þá helmingu það, þá það ennþá samt sem að 2 stærra heldur en það þarf að vera. Þannig að þegar að fjöldi staka orðin komið niður í 1/4 af stærðina af fylkinu, að þá gerum þessa umstokkun á fylkinu. Og það þýðir þá það að fylkið þá alltaf á bilinu 25% upp í 100% fullt. Þannig að það hugsanlega, við erum að nota 4 sinni meira pláss en þörf á, en ekki meira það. Og ef við reykjum okkur gegnum starffræðina bak við þetta, þá fáum við út að þetta líka hefur vantikostnað upp á konstant fyrir hvert fyrir sig. Og hérna sýnt smá hermun á þessu sem við erum að reyna að setja þetta inn í fylkið, setja þetta inn í staflan, þannig að texta sem við vorum með hérna áðan, to, síðan kemur B, þá verður núna staflið stakkar 1 yfir í 2 og síðan kemur næsta stakk, þá stakkar 2 yfir í 4 or not 2, þá erum við stakkan aftur upp í 8. Síðan vinnum við með þetta hérna dálítið áfram og það ekki síðan hann komið niður 1 stakk, nei fyrir ekki, niður 2 stök aftur að þá helmingunum niður í 4. Þegar við einu stakki hérna úr og það bara 1 stakk eftir að þá mingunum 4 niður í 2. Yes. Svona með þetta. Þannig að þetta þá samantekt á þessu. Það að við gerum svona greiningar á hverja aðgerð í þessari gagnatögum, skoðum hver bestafalls og verstafalls tímaflækja eða kostnaði við að framkvæma þessar aðgerðir. Við getum síðan gert það sem kallað amortized. Amortized þýðir að það jafndreifing, við dreifum því þá yfir allar aðgerðirnar, þannig að við erum það að reikna vantikostnað þeirra aðgerð.
Og með því að nota svona, þá náum við því að allar aðgerðnar verða þá konstant, með því að nota svona resizable stafla. Og þetta minnisnotkunin, ég ætla að láta það aðeins bíða. Nú er hægt að koma á það stig að við erum með 2 útfærslur, við vitum hvernig það virka, þær virka orðið rétt. Við getum notað hvora fyrir sig, hvora er betri. Þetta er eitthvað sem við viljum geta gert, við getum borið saman kosti og galla. Og oftast er það þannig að það er einhverju kostir og einhverju gallar við hverja útgáfu fyrir sig. Þetta heldur. Það er ólíklegt að við komum til að skoða útfærslur sem eru það vonlausar að það eru enga kosti. Þannig getum við spurt okkur, hver er kosturinn hérna við þennan tengda lista? Insert er fljót, já. Já, ef þú veist ekki hvað átt að vera stórt, já. En við reyndar getum glímt við það með að nota resizable fylki og þá erum við alltaf að nota rétt stærðina af plássi. En þetta er kannski aðeins einfaldari leið til þess að láta þetta stakka og minnka og þetta er þá kost að hver aðgerð tekur konstant tíma. Ekki bara meðaltaldur í Vestafelli. Meðan að ef við notum resizable fylki, að þá tekur það dreift yfir alla aðgerðir taka það konstant tíma, en sumar aðgerðir getur tekið mikinn tíma. Nú í heildina þá eru oft fleiri kosti með þessu fylkjaútgáfu vegna þess að það er minna pláss sem það þarf. Við erum að taka töluvert auka pláss og tíma til þess að glíma við þessa tengla og þessa nóður sem þurfa að búa til. Þannig í staðinn fyrir til dæmis að hafa bara tilvísun í fylki sem er 8 bæti, þá er hún komið með 40 bæta strúktúr sem er þessi nóða sem halda utan um. Þannig að það er óhjákvæmilega dálítið meira plássnotkun. Ok, þannig þetta er þetta og nú komið tíma pásu. White flower. Okay, so nothing in the white room.
kommer du på sommar eller? Ja, precis. Bästa insatser. Mother part night. Har du sett det? Okej. Þá það næsta spurning varðandi þetta. Nú erum við búið til stafla fyrir strengi og næst þurfum við stafla fyrir heiltölur. Hvað gerum við þá? Ef að taka kóðan og búið til copy-paste, breyta því sem þarf eða getum við gert þetta snyrtilega hátt. Og það það sem við gerum með template í C++ og í Java þetta kallast generics. Í gamla daga var þetta nauðsynlegt að gera þetta bara sér útgáfu fyrir hvern einasta tag. Það hefur náttúrulega þann kallað að það auðvelt að gera mistök og það tekur auka tíma. Það leiðinlegt og villigjarnt að þurfa að kópíera svona. En önnur útgáfa væri þá, ok, látum bara stafla hlutum. Öll stök jú einhvers svona hlutir. Vandamál það að þá býr maður til möguleika á keyrslutímavillum vegna sem maður getur verið að vinna með hlutum mismunandi tagi og maður ætlast til að sem hlutinu sé af einu tagi svo hann af einhver öðru tagi. Og það ekki góð latína að vinna það þannig. Og þessi staði viljum við hafa svona staðlaða leið og það kallast generics, almenn tök. Þá forðumst að nota svona casting í þessum notendafaritum og þá eins og við skilgreinum gagnatag sem hefur færibreytu. Þannig að tagið á hlutnum sem maður á að vinna með færibreyta. Þannig hérna ætlum við að búa til stafla af eplum og þá getum við bara unnið með epli þarna. Þannig ef við ætlum að fara að
íta einhverjum appelsinum á staflan, að þá fáum við einfaldlega ekki keyrslutímavillu, heldur kemur þýðingavillu. Og það mun æskilegra að fá almenntalega á maður að vonast til að fá þýðingavillur, en svona keyrslutímavillur eru bæði dýrar og það eru uppgötast miklu seinna og verður þeim miklu meira vandamál. Og lausnin er ótrúlega einföld. Til að mynda ef við tökum hérna tengda listanútgáfuna, það einfaldlega þurfum bara að bæta sig hérna aftast við nafnið á staflanum, við nafnið á klassanum, stakk og einar svona, hvað kallast þetta? Já, einhvers konar kassaklófar, nei. Ekki hornklófar. Oddklófar. Oddklófar. Þá hérna kemur fram hérna tagið, eða nafnið á taginu sem við vinnum með. Eins konar breyta fyrir þetta tag. Kallaðum bara item. Og allstað það sem að við notum streng hérna á undan, streng hér og streng hér og streng hér og streng hér. Það er nú komið item, 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 item. Búið mál. Yes. Nei, þetta er bara nafn á breytu fyrir okkur. Já. Þannig að þú mátt kalla þetta hlut þessum eða bla eða hvað sem er. Þetta er bara breytunafn. Reynda smá vandamál sem kemur upp þegar við erum að breyta útfærslunum fyrir fylkin. Vegna að af einhverjum ástæðum Java eins og komið er ekki komið leið til þess að skilgreina almenna fylki. Það er fylki af almennu tagi. Það væri æskilegt að geta búið þetta til svona, en í dag er það ekki hægt. Þannig að hérna verðum við þá að bæta við svona casting, við búum til þetta fylkjafstæðinu object og síðan vörpuðum yfir í fylkjafstæð item. En það er þá allavega þannig að notandinn, þessi client, hann þarf ekki að framkvæma þetta casting og þetta uppgötast ennþá sem þýðingatímavillur en ekki keyrslutímavillur. Þannig að fyrir utan þetta minniháttar vesinn með fylki að þá er þetta raun og orðin mjög styrtileg leið til að gera þetta. Og þetta er allt sem þarf að vita þetta. Þá getum að spyrja sig, hvað með þá með grunntögin, int og char og svona? Hvað ef við viljum láta þau vera parametra? Þannig er ekki hægt að setja hérna int með litlustaf. Þessi stað eru til sérklassar fyrir þessi gagnatög. Til að mynda það til svokallað umbúðaklassi eða wrapper type sem heitir integer sem rauninni gera nákvæmlega sama á int, en það er bara klassi. Fyrsta Java er svona mál sem er með aðskilnað milli það sem eru grunntög og það sem eru klassatög, að þá hefur það sem sagt klassa útgáfu af þessum grunntögum líka. Og boolean með stórum staf, það er þá akkurat samræmi við boolean. Hvað er þetta eiginlega? Nú, þetta er eins konar sjálfvirk vörpun sem fer hérna á milli og til að mynda getum við notað þetta svona, við getum sendt hérna inn 17 sem er jú á taginu int, en það sem í rauninni gerist bak við tjöldin er að það býr til nýjan hlut á taginu integer, setur heiltöluna 17 inn í þann hlut og sendir það inn í þessa push-aðgerð. Og sama þegar við tökum gildið sem á er integer og setjum inn í int breytu, þá þurfum við ekki casting, heldur casting í rauninni framkvæmt sjálfur. Já. Já. Er tekið frá jafnmikið pláss og bara grunntæginni, eða er tekið frá fyrir öllum hlutum sem þetta integer? Í fyrsta integer með stóru stafi er hlutur, þá er tekið frá pláss fyrir heila hlut. Það inniheldur það bara eitt stak sem er int, ekki satt, en það er heill hlutur, þannig að það er af stærðinu. Og þetta er sem sagt glópar hlutur sem er bara alltaf til í innangerðinu.
Nei, þetta alveg hlutur. Þetta alveg hlutur. En nákvæmlega hvernig þetta hérna útfært skal ekki alveg segja, en ég myndi samt að getur verið að þetta sé optimerað, en ef allar að framkvæma þess aðgerð New Integra 17, þá ertu að búa til nýjan hlut sem hefur alla þá eiginleika sem hlutir hafa og tekur sams konar pláss eins og venjulegir hlutir. Þetta fyrir að það Já. Þetta einfaldar hlutin að hafa þessa umpakkunartýpur. Og með þessu verður svona generic sem einfalt og við þurfum ekki að ræða neitt mikið meira það. Við munum reyna að hafa öll þessu gagna sem við búið til, hafa þau generic eftir þarfum, eftir þessi við á. Næsta fyrirbæri, ítrun. Og spurningin þarna það, jú, það gott að hafa þessar aðgerðir, en segjum að við séum með einhvers konar safntýpu og staflar og biðraðir safntýpur að innihalda eitthvað safn á gögnum og eitt af þess að við viljum oft geta gert að geta ítræðið ykkur gögnin, það að segja skoða hvert stak í einhverju röð. Þá erum við með einhvers konar fórlikju. Það auðvelt að sjá fyrir sig hvernig þetta gert hérna með fylki, maður einfallega bara fór í 0 upp í svo framvegis, við bara látum bendin ganga hérna upp eftir fylkinu og við líka vitum hvernig það gert hérna með tengdalista, þá erum við svona bendi, current, sem bara færi sig hérna áfram. Þetta ekki samskonar leið og til þess geta gert þetta þá virðist þess að við verðum að vita hvernig þetta útfært. En það þar með búið að eyðileggja þessu hugmyndum að þetta sé óháð, þannig að útfærslan sé algjörlega óháð notandanum. Og þess vegna vil ég bjóða upp á leið til þess að framkvæma svona ítrun á þess að notandaklasan þurfa að geta vita hvernig þetta gert. Og það búið upp á það með svo kallað iterable, sem það sem kallað interface. Interface eins konar, það má segja að það sé eins konar klasi sem við séum að erfa frá, en það bara hægt að erfa frá einum klasa, þannig að interface svona leið til þess að erfa ákveðna hegðun á þess að við séum að herma beinlínis eftir því upp á plásslega séð. Þannig að við getum að erft hegðun frá mörgum mismunandi fyrirbærum. Og þetta hegðunu það að geta ítræð yfir. Þannig iterable interface, þetta skilgreint svona public interface iterable af þessum item og það skilgreinir eina aðferð sem heitir iterator. Og iterator inniheldur 2 aðferðir, það hasnext og next. Og það einfaldlega þannig að við getum séð fyrir okkur þetta virkar svona að við ætlum að taka hlut, þetta sem sagt svona subtypu og við viljum fara í gegnum það í svona lykkju og í lykkjuskilunum spyrjum við, ok, til eitthvað næsta stakk? Ef svo gefðu með næsta stakkið, með þessari next stakkið. Síðan prentum það út og förum aftur í lykkjuna, til næsta stakk, það hasnext. Ef svo gefðu með það. Þar til að hasnext segir, nei, það ekki til næsta stakk, þá ertu búin að fara í gegnum öll slökkjum. Þannig að það bara þessar 2 aðferðir sem þú þarft að hafa til að geta ítreið yfir. Hasnext og next. Þetta virðist samt vera dálítið svona þunglamælega kóði að þurfa að skrifa þetta svona, þurfa fyrst að búa til iterator, spyrja iteratorinn hasnext, fá hérna next, brenda út. Það góða að Java hefur einfalda lífi fyrir okkur, þannig að þetta verður yndislega snyrtilegt. Allt þetta hérna rúmast nú fyrir í þessari setningu hérna, eins konar for each setningu, þannig að við getum ítrað, með þessari stuttuleið, getum ítrað yfir öll stök í ákveðinni subtypu. Það getur verið hvaða subtypa sem svo lengi sem að sú týpa hefur útfært þennan iterator. Við getum til að mynda að setja hérna inn fylki og satt for all stack í fylkinu. Fylki líka svona subtypa. En það ekkert mikið styttra heldur en svo leið sem við yfirleitt notum. En fyrir þessi aðra subtypur þá þetta, eins og segi, mjög snyrtileg leið. Við segjum hérna, fyrir öll stök
á staflanum, prenta út þessi stök. Þetta er flott. The beauty, man. You have to appreciate the beauty. Þetta er elegansin. Þannig að til þess að í þennan útfærsluna á staflanum, að þá myndum við bæta þessu hérna við. Og þetta er svona smá kóði, má segja, en hann lítur alltaf eins út, þannig að við getum kópíra allt þetta hér, kópíra þetta hérna bara í heilu lagi, og hérna þurfum við einfallega að gera það sem þarf til þess að útfæra þennan has next og next. Og það er bara eins og við myndum vinna okkur í gegnum stökin í gagnagrindinni, hvernig sem það er gert. Þannig að þarna gerum við þetta einu sinni, í staðinn fyrir að þurfa að gera það hvers skipti sem við notum gagnatýpuna. Ok. Og þá er þetta útfærslan hérna fyrir fylki og fyrir fylki útgáfuna á staflanum. Þetta er ennþá styttara hérna. Þetta er nú ekki nema ein skipin hérna fyrir has next, hvort að bendirinn, eitt bendi í sem byrjar hérna efst uppi og ef hann er komin niður í 0 og þá er ekki lengur til neitt stök til að skila næsta staki. Þá er það bara lækkum bendin og skilum því staki. Þannig ítressi í gegnum allir stökinu staflanum. Einfalt. Spurningar þetta? Nei. Hérna kemur eitt gagnatæki viðbót, heitir Poki eða Bag. Poki er svona einföld safntýpa. Hann býður bara upp á að maður bæti við stökum og ýtir í gegnum stökin. Þetta er aldrei sérstakt. Þannig að þú getur bætt stökum við og þetta eru ítrað í gegn og spurt hvað mörg stök eru, en þú getur ekki einu svona eitt þeim, en þú eru ekkert pop og það eru ekkert og þú verður enga sérstaka garantí á því í hvað röð þessi stök eru tekin. Það er tekin einhver röð. Já. Já. Ok, þú ert að spyrja hvernig þessi Poki er útfærður. Ok. Hérna er okkur bara gefið skilin. Okkur er ekki sagt hvernig við eigum að útfæra það. Ef við eigum bara að útfæra það þannig að það sé samræmið þessi skil. Ef okkur er sagt að það skiptir ekki í hvaða máli, í hvaða röðstökin koma, þá bara skiptir ekki máli. Þá máttu hafa í þeirri röð sem þú verður sett inn í það, til að mynda. Eða er random röð þessum. Það þýðir að notandinn hefur það ekkert garantí á þetta. Þetta er dálítið sérstök gagnatæk. Þetta er sérstök gagnatæk að það er mun einfaldara heldur en til dæmis stafli og það virðist ekki bjóða upp á neitt nýtt. Það býður upp að minna, það er engin garanti á hvað þetta er. Það býður ekki upp að neina aðferð til eyðastökum. Það gerir minna heldur en þú getur gert með staflan. Af hverju óskomur ekki bara nota staflan? Hvað er verið að þvælast með einhverja nýja gagnatæk? Getur við fljótara? Já, getur við fljótara. Ég nota þetta gagnatæki inn í öðru gagnatæki sem er að lágmarka óvinniðið og þetta ekki að það flóknar það er ekki í stað það er ekki að nota flóknar gagnatæki. Já, hugsanlega vildur geta haft einhverja mjög primitív útfærslu sem væri þá einfaldari, það er hugsanlegt. Já, það er spennum að hver er með notkun á því. Af hverju erum við að bjóða upp á eitthvað nýtt gagnatæk sem gerir minna heldur en það sem við erum með áður? Af hverju notum við ekki bara stafla? Mjög gott. Til að tryggja að það sé ekki hægt að fjalla úr því. Af hverju ættum við að vilja það? Það er kannski svona implementation á því að
gera hluti mjög. Það ein leið, já, þetta verður svona eins konar mutability. Við erum rauninni að takmarka hvað þetta að gera. Við erum þar með að gefa skilaboð líka í kóðanum. Þetta svona tegund af fyrirbæri, ekki satt. Það bara þetta sem í boði. Og það að hafa þetta svona afmarkaðra, það miklu meira lýsandi heldur en að hafa víðari gagnatök. Og það lykil ástæðan. Að við erum að hugsa ekki bara sko hreina skilvirkni, heldur líka að kóðun okkar sé eins lýsandi og auðskiljanlegur eins og mögulegt Herðu, ok, að því erum við komið hérna að næstu síðustu skilunum áður komið að þessu applications. Þá datt mér í huga að taka smá auka pásu eða svona millibíl hérna. Ég sá þetta myndband hérna núna í dag, því að kannski kannast þið þetta. Þetta frá code.org. Erfitt að læra forritun. Einhverjum ástæðum það fæ ég þetta ekki til að virka svona. Getið þið heyrt þetta? Hvað ekki hægt að hacka? Ekki hægt að hacka? Þetta alveg í hesta. Ok. Þá þetta ekki alveg að virka nóg vel. Ég fæ þetta ekki alveg að virka herra. Pointið hérna með því að þau eru spurt býtu, hvað að vera tölvuforritari? Ok, það enga hugmyndu hvað þetta Hérna pointið hvað tölvuforritari að gera og það svona skemmtileg punktar í þessu hérna, eins og hérna. Nei. Það bara mikrofón, sko. Það ekki fyrir tölvuna sjálfa. Ok, ég ætla bara að klára þetta hérna, þennan kafla hérna. Það alveg skemmtilegst það sem ég sagði, það þegar maður byrjar að forrita og svo allt í einu opnar svona eitthvað svona gluggi og maður skilur hvað aðeins og opnar á fleira og svo þegar maður kom allt forritið þá eins og maður hafa allt lýst upp fyrir maður en maður fá fullan skilning á fyrirbærinu. Það allavega mjög skemmtilegt í þessum myndbandi og þetta jú málið í dag að kynna fyrir fólki, sérstaklega ungu fólki hvað tölvunarfræði og forriting gengur út á. Setja á bjata, ég skal gera það. Ok, applications. Hérna taka þetta dæmi hérna fyrstulega varðandi önnur svona samtök og þeir skjóta dálítið á útfærslunni hérna í Java. Java með útfærslu eða svona interface sem kallast list og það API sem inniheldur svona raðasafn af gögnum. Þannig að þú getur gert að gera þess að bæta við, taka úr, eyða, innihalda. Þú getur tekið út gagn sem okkur ákveðnu stak og setta inn á ákveðnu stak og þú getur gert allt sem þú gert með fylki og með tengdu lista og rauninni hverju sem Það að segja, þú ert með leið til að gera alla skapahluti í einu gagnatægi. Þeir vilja meina að þetta sé allt of vítt til þess að vera virkilega praktískt. Þetta
Ekki það að sé ekki praktískt einhverju leyti, en það hefur ákveðna galla. Og til að mynda staflinn sem útfærður hérna í Java, hann byggir á þessu list interfacei og þarna erum við að nýta okkur eitthvað sem bloated, það að segja uppfullt af alls konar fítusum og ekkert sérlega vel hannað og þess vegna ættum við að forðast að nota það. Hugmyndin með þessu námskeiði að nota bara þau gagnatög sem við þróum hér. Og það merkilega við komumst nefnilega af með því að nota bara það. Við gerum meðal annars vegna þess að það fáum við skilning á því hvað það sem við erum að byggja á. Ef við erum að nýta okkur eitthvað sem við vitum ekki almennilega hvernig virkar, hversu vel það virkar, þá höfum við þar með ekki sama skilning á hvernig heildin virka. Þannig að reglan svo notum bara okkar útgáfur af þessum gagnatögum og fleirum til. Það eiginlega ekkert sem við ættum að þurfa að nota í Java-safninu nema ákveðin fall sem komur skýrt fram. Staflar, hvar koma þeir við sögu? Þeir koma eiginlega sögu út allt í tölvunarfræði. Það heilu forritunarmálum sem skrifuð sem út frá staflum, óskriftir eitt slíkt. Þýðendur í forritun, það gengur út á að búa til einhvern stafla líkan af málinu, sýndavélin Java. Við getum haldið áfram gengi rununa. Þetta eitt algengasta gagnatægið. Hérna líka annað gott dæmi. Ef við hugsum út af hvernig þegar við erum að kalla á föll, hvernig heldur túlkurinn eða þýðandinn eða keyrsluumhverfið utanum hvaða föll búið að kalla á? Vegna sem við erum með endurkvæmt fall, þá til dæmis eins og hérna GCD hérna af 216 og 192, en það kallar aftur GCD með tveimur öðrum stökum. Það kallar aftur GCD og svo framvegis. Það það sem endurkvæmni Sem þýðir að þessi köll hérna, þau öll á lífi á sama tíma. Það þarf að geyma upplýsingur þau. Það að til dæmis gildin á þeim breytum sem voru hérna til staðar. Þau geymd á stafla. Þetta svokölluð keyrslustafli sem geymir allar staðbæra breytur í öllum þeim rútinum, öllum þeim föllum sem virka á hvaða tíma sem Og það getur verið mjög gott að reyna að átta sig að hafa í huga þegar maður reyna að debugga farið. Hvað það sem virkt og hvernig kallstaflinn að fungera. Hérna andæmi, og þetta mikið kannski gott að skoða núna vel vegna þess að við ætlum að það ein spurning í þessu dæmablaði núna sem gengur út á að umbreyta þessari lausn hérna aðeins til þess að fá mjög álíka fyrirbæri. Og það það að lesa inn svona segð, reiknisegð með pluss, mínus, eða pluss og sinnum og reikna uppbrunni. Þannig að það svegur utanum og pluss og margföldunaraðgerð inn á milli. Og þetta hægt að gera með því að lesa þetta inn staf fyrir staf án þess að þurfa að geyma þetta neitt að búa til neitt flókið skipulag. Það hægt að líta á svona segð sem tré, þar sem að neðst í trénu þessi gildi sem verið að reikna út úr og aðgerðarnir inn á milli virkjarnir eða margföldunar og plúsaðgerðarnir. En með því að nota stafla réttan átt, þá hægt að reikna á snirtilega hátt út úr þessu. Það að segja við notum tvo stafla, annars vegar gildastaflan og hins vegar virkjastaflan. Og gildin fara á gildastaflan og virkjarnir fara á virkjastaflan. Það að segja þegar við erum að lesa inn þessa segð, þá framkvæmum það eftirfarandi hátt. Þegar við lesum inn gildi, þá setjum við það á gildastaflan. Þegar við lesum inn virkja, þá setjum við á virkjastaflan. Þegar við lesum inn vinstri sviga, þá gerum við ekki neitt. Þegar við lesum hægri sviga, þá það sem við gerum framkvæmdina. Þá tökum við einn virkja af virkjastaflanum, 2 gildi af gildastaflanum, framkvæmum aðgerðum sem virkin að segja til dæmis pluss, reiknum upp úr því, setjum útkomuna á gildastaflan. Búið, þetta lýsingin. Þetta sem þá komið þýðandi, túlkur til þess að túlka svona segðir.
Raunin er þetta grunnur að almennum túlkum, vegna þeir þurfa að geta meðhundlar flóknar endurkvæma sagðir sem er það sama að svona reikningssagðir eru. Það er engin först dýpt að því hversu flóknar það geta verið. Til þess að við nefnilega stafla. Og við skulum skoða hérna virknin á þessu. Það er til hérna á vefsetrinu. Ekstra túrstak, þetta með þess að myndband reyndar. Það sem að hugmyndin er svo að við byrjum með þess að sagði hérna, við lesum okkur hvert stað fyrir sig og setjum síðan, svo þess tilviði, hérna gerum við ekki neitt, næst lesum við einn og setjum það á gildastaflan. Næst setjum við plús, setjum við það á plússtaflan. Við skulum skoða þetta á myndbandi. Lesum við einn, setjum við gildastaflan, plúsinu fyrir á virkjastaflan. Vinstri svið, það gerum við ekki neitt. 2 fyrir á gildastaflan, plús, 3. Núna gerist loksins eitthvað áhugavert. Tökum við af staflunum, plúsin, og reiknum upp úr því og það fer á gildastaflan. Svona höldum við áfram. Dælum á staflan, öllum aðgerðunum, þar til við komum að hægri svigum. Þá reiknum við upp úr og sendum á gildastaflan. Hola. Það sniðum við þetta er það að við þurfum ekki þessa vinstri sviga vegna þess að við sleppum þú hvort yfir. Við þurfum bara hægri svigina. Það er alltaf áhugavert. Ef við höfum ekki hægri svig hins vegar, þá erum við í vandamálum vegna sem við vitum ekki hvað röða eigum að framkvæma virkjuna. Þetta er nú allur kóður fyrir þetta. Gerum við rauninni það sem við sagðum hérna. Ef við lesum inn virkja, þá setjum við hana á virkjastaflan. Ef við lesum inn vinstri sviga, þá gerum við ekki neitt. Ef við lesum hægri sviga, þá tökum við virkja, poppum við af þessar 2 gildi og framkvæmum viðkomandi aðgerð og ýtum við aftur á gildastaflan. Þannig að vals er gildastafli og ops er virkjastafli. Og ef ekki þessu gildir, þá hlýtur þetta að hafa verið gildi sem var á staflanum, þannig að við lesum inn þetta gildi sem fleititölu og ýtum á staflan. Og lokum á bara eitt taka við eftir á staflanum, við poppum því af og prentum út. Búið. Það er ekki char. Jú, þetta er char. Af hverju vildur char? Það er ekki minna pláss heldur en steinda. Þannig að í operators, það var sem taka frá hægri svig. Já, ég skil, já. Nei, sko, char árunni bara táknar ekki staf lengur, það táknar 8 bita gagnadag. Stafur í Java er núna hugsaður sem Unicode stafur sem er allavega 16 bæta fyrirbæri og við vinnum ekki með þetta sem fylki af char. Við höfum það, rauninni vinnum við aldrei með þessa, eða reyna að forðast það að vinna með táknun sjálf sem einhverju sérstök fyrirbæri. Þetta er eitt af því snirtilega sem stafla gefur okkur kleift, sem væri rosalega flókið annars. Og það má segja að það tók fólk töluvert tíma að átta sig á mikilvægi staflavinnslu og endurkvæmni til að mynda fyrstu forritunarmálin, þau buðu ekki upp á endurkvæmni. Fortran, sem er ennþá í notkun, var eitt af þessum fyrstu málum, stóði fyrir Formula Translator
Það er ekki verið með Fortran 4 held ég, þar sem var hægt að, eða jafnvel seinni útgáfu, þar sem var hægt að skrifa endurkvæm föll. Vegna þess að þeir hugsaðu þannig, hvert fall hefur sitt ákveðna pláss. Það er bara fast pláss fyrir hvert fall. Þá voru þeir ekki búin að hugsa upp að þú gast geymt upplýsingur föllin á svona kyrslustafla. Nú getum við spáðið þetta af hverju þetta sé rétt, rökstudd þetta hljóta virka á réttan hátt. Það er rauninni ekki mjög flókið vegna þess að rauninni eru að nota eins konar þrepin hérna. Þegar erum framkvæmum eina aðgerð, þegar við framkvæmum fyrstu aðgerðin sem við framkvæmum, sem er hérna, þá erum við að taka rauninni, reikna upp úr þessum svígum hér, 2 + 3, og setjum inn 5 í staðinn. Og við vitum jú, það er jú nákvæmlega sama gildi sem kemur út af því. Ef við reiknum upp úr einu sviga, sem inniheldur bara þessa fasta, þá setja við komandi gildi í staðinn. Svona getum við haldið áfram, tekið þetta hvert fyrir sig. Næst sem við reiknum upp úr var þetta hérna, það kemur 20. Næst, og að lokum, þá erum við búin að reikna okkur niður í 1. Þannig við tökum hérna svona tré sem lýsir þessari segð og reiknum upp úr þessum neðstu hlutum í trénu, það minnkar og minnkar það til að fáum bara 1 stakk í lokin. Svo er þetta að gera þetta öflugra með því að nota fleiri aðgerðir. Það er þetta skilgreina ákveðið forgang milli virkja, til að mynda við gerum sinnum áður og gerum plús. Það er þetta að gefa til kynna associativity sem táknar aftur að A+. Það er ekki víxlin, það er commutativity. Já, associative táknar það A + B + C eða sama á A + B + C. Þannig að reikningarnir getur verið á öfugri röð. En allavega, eins og ég segi, svona túlkar, þetta er grunnhugtakið í þýðendum og túlkum. Það er að vinna með svona stafla. Og ef þið farið einhvern í námskeiði þýðendur, sem er meðal annars mjög skemmtilegt, líka mjög krefjandi, þá er það rauður þráðurinn gegnum allt námskeiðið, alltaf vinnuna, það er að vinna með tré sem er svona einhvern segð og síðan vinnum með það á svona staflaformi. Nú það er til síðan heilu fordunumálin sem ganga út að vinna með stafla, eins og ég nefndi. Dæmið þetta er hérna PostScript til mál sem heitir Forth, sýndarvélin Java, ýmsir reiknivélar. Þau geta nýtt sér það að það má losna við að hafa þessa sviga. Vegna þess að við rauninni þessi aðferð okkar, hún myndi virka eins ef að virkjarnir væri hafðir á eftir tölunum sem það reikna, í staðinn fyrir á milli. Og þá er einfaldlega bara hægt að sleppa öllum sviðunum og virknin er nákvæmlega svo sama. Og þetta kallast reverse Polish notation. Við kallum þetta á ensku yfirleitt postfix, það er að segja virkin kemur á eftir, post þýðir á eftir á, postfix þýðir gildin fyrst og virkjarnir svo. Og reverse Polish táknar að það sé öfug pólska. Pólska er það sem kallast prefix, virkin fyrst og hérna gildin svo. Og það er nefnt eftir þessum manni Jan Lukasiewicz, sem var pólveri, sem vantarlega hefur lagt til þessa hugmyndum þessa prefix-útgáfa. En þetta er til dæmis notað, jafnvel enn þann dag í dag í ýmsum hérna reiknivélum, að með þessu þá getur forðast að þurfa að skrifa inn sviga. Þá er stundum að vinna með þetta eins konar stafla. Þetta er dæmi PostScript, það er grunnkóði, grunnmál í prenturum í dag.
Við sjáum það ekki lengur sem sérstakt fæltýpu vegna þess að það er falið inn í PDF. Það er sama fyrirtæki Adobe sem þróaði það og það byggist á svona staflakóða sem getur verið gaman að leika sér með. Revolutionize the publishing world, segir. Easy to implement in printers. Hérna eru dæmi myndir. Í fyrri útgáfum af þessari bók og ég notaði fyrir einhverjum 6 árum notaði ég áður en þessi nýja útgáfa kom og þá notaði ég eldri útgáfuna og þá var akkurat svona myndir sem voru dæmi svona endurkvæmföll. Þeir sýndu hvernig PostScript-kóðin fyrir þessa myndi væri. Til það myndi er þessi svokölluð fraktal sem hægt að búa til svona endalaust flóknari strúktúra á endurkvæman hátt, eins og þetta snowflake hérna, snjókorn, þar sem að við tökum hverja línu, skiptum út hverja línu fyrir þennan strúktúr hérna. Upphaflega strúktúrin er stungin inn fyrir hverja línu. Þá fáum við þetta fyrir bara hér. Í næstu umferð skiptum út hverja línu hér og fáum við þennan strúktúr hér. Svona höldum við áfram. Og þá er þetta endurkvæmi kóðin til þess að framkvæma þessa reikninga. Líka nefnt eftir höfundinum Koch. Ok. Örstuð til lokin biðraðir. Því að líka síðan áður, ég ætla að fara yfir það á með tíma. Nákvæmlega skipulag, við getum skilgreinað á sama hátt, við notum NQ og DQ, fyrst það eru push og pop og við getum útfært bæði með tengdu lista. Nema að í þessu tilviki þá eyðum við framan og stingum inn að aftan. Og til þess þá þurfum við að halda um 2 benda. Bendi fremsta og bendi á aftasta stakið. Þá er þetta kóðin hérna fyrir þetta og þetta er kóðin fyrir þetta hér. Ekkert sérlega mikið spennandi þetta að segja. Þetta er heildarkóðin. Og við sjáum ef við lesum þetta, skoðum það hratt yfir að við sjáum að þetta líka eru nokkrar aðgerðir. Tímaflækjum við hverja aðgerð fyrir sig er líka áfram konstant. Við erum með 2 stök sem við erum að halda utan hérna, þess að 2 benda. Öðru leyti er þetta mjög álíka, sambærilegt. Við getum líka nota fylki. Aftur erum við 2 benda. Það er byrjunina á röðinni og endin á röðinni. Sá sem er fyrstur og sá sem er aftastur. Við bætum fólki við aftastur röðina. Við tökum fólk af fremstur röðinni. Þannig að við erum head and tail. Svo getum við á sama hátt bætt við resizing fylki á þetta hér. Þá þurfum við kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að síðan að þjappa þið niður vegna þess að stökin geta verið efst upp í fylkinu, ekki neðst niðri. Þannig að við þurfum að finna hvar stökin eru að byrja á þeim tíma. En það er ekki mjög flókið við það að segja. Þetta er líka notað í margs konar hlutum og við komum til að nota af og til í þessu námskeiði. Voilà, búinn. Hvað er að læra? Sjáum klukkan 10 á föstudag.